Já, komið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að tala sem sagt, fræsingu og svona tilfallandi hluti, bæði efnisval sem við notum í fræsana, hvað við getum gert með fræsingu, kosti við fræsingu umfram aðra framleiðsluferla og þar eftir götunum. Til að byrja með, það fyrsta, þið hafið kannski mörg hver í labinu hjá mér séð Shopbotinn og þetta frekar stór 3 ása fræsir sem að býður upp á að fræsa út í alls konar efni eins og crossfit eða fleira. Shopbot ekki Shopbot svona einhver mest cost-effective græja, hún notendavæn, einföld í notkun, hún reyndar ekkert sérstaklega hröð með við aðra fræsa sem að hægt var að fá, en rosalega góð í rauninni fyrir hún svona multi-purpose fyrir kennslu eins og við þurfum í rauninni á að halda. Eins og ef við skoðum bara Shopbotinn þá ekkert ósvipað eins og laserskerinn eða 3D prentarinn, þá erum við með svona brúkranna setup þar sem við erum með X og Y ás og síðan erum við með Z ás og þar er mótorinn sem að fer niður. Fræsing í stuttu máli sagt í rauninni bara, við erum með svona nokkurs konar bor sem við köllum fræsitönn sem að snúið áfram af spindli sem að eða svona spindle unit eins og það kallað á ensku, sem að hérna svona barki sem ryksuga sem að sogar upp sæið eða svarfið sem að hlýst af því að bora í þetta og með fræsi umfram 3D prentun eða geislaskurð þá getum við unnið bæði með þykkari efni, við getum ákvarðað hversu djúpt við viljum bora niður eða fræsa niður á Z ásnum. Við getum verið með fjölbreyttari efni, við getum jafnvel fræst út í ál með okkar græju, þó ég reyndar mæla ekki með því fyrir þennan áfanga, það getur verið frekar flókið. Og venjulega erum við að fræsa út í mýkri efni eins og crossfit, timbur, plöst eða eitthvað því líkt. Og Shopbotinn bara eins og geislaskerinn eða 3D prentarinn ferðast bara eftir svona ákveðnum feril og eftir á erum við komið með tvívíðan hlut eða jafnvel nokkurs konar þrívíðan hlut eftir þörfum. Svona til að gefa ykkur hugmynd stærðarskalan sem að hægt að hugsa að hérna dæmi verkefni þar sem að einingar voru fræstar út í svona Shopbot og þessar einingar voru svo samsettar og búið til var hús. Hús var búið til úr þessum einingum og hérna dæmi bara hvernig mótin eru steypt upp eða sett saman, púslað saman. Það alls konar til. Hérna eru nokkuð dæmi síður og svona nokkur konsept tengt því. Hérna dæmi síðu það sem hægt að hlaða niður og kaupa uppskriftir af húsgögnum. Þannig að í staðinn fyrir að þið farið út í IKEA og kaupið ykkur borð eða bekk eða eitthvað annað, þá getið þið sótt niður eða hlaðið niður skránum og farið í næsta FabLab og búið til húsgögnið bara úr því hráefni sem er hentugast á hverjum stað fyrir sig. Og það getur verið mjög áhugaverð. Það svona áhugaverð pæling að í staðinn fyrir að allt sé búið til einhvers staðar út í heimi og sent svo með skipi að þá hreinlega hægt að nýta það hráefni sem er til lokali og búa til muni. Hérna dæmi svona tiny house verkefni sem var búið til með Shopbot. Hérna þetta hús sem við sáum í vídeóinu áðan sem var búið til í svona Shopbot og þetta var svona koncepthús. Hérna dæmi hús sem einmitt eru open source og hægt að hreinlega bara púsla saman einingunum og tilverður hús. Ég veit nú ekki hversu vel þetta hentar fyrir íslenskar aðstæður en einhver síður þá er þetta áhugaverð pæling. Annað dæmi fabhús sem var búið til og síðan svona kannski
frægasta dæmið þetta hús sem var búið til í Barcelona sem að var sem sagt hús sem að núna hýsir FabLab-smiðju. Þannig að FabLab-smiðja sem að bjó til FabLab-smiðju sem alveg áhugavert líka. Það eru nokkrar gerðir, bara margir framleiðendur af svona fræsurum og við náttúrulega þekkjum Shopbot sem er sem það sem við erum með. Þessar græjur skala bara allt frá kannski 1.000.000 krónum eða nokkurum 100.000 króna yfir í nokkur 10 milljóna króna. Þannig að það hægt að fá græjur í mörgum stærðarskölum og alls konar hluti sem að gerir græjuna hraðari eða býður upp á öðruvísi efnisnotkun eða hversu nákvæmt hún vinnur, hversu hratt hún vinnur, hversu nákvæmt hún vinnur, hversu stór hún er og svo alls konar þannig hlutir. Og hægt að fá hana með svona haus sem að snýst, þannig að hún getur farið undir efnið eða í hliðina á því eða snúið því eða eitthvað annað. Þannig að það alls konar til, en hérna er síðan fyrir Shopbot og við erum með svokallaðan PRS Alpha, Gantry Tools, við erum með PRS Alpha, PRS5 Alpha sem þessi hérna. Hann reyndar ekki með svona vakúmborði. Og ég útskýri það betur eftir hvað það þýðir. En Rólandir þekki ég svo sem líka og það er sem sagt litli fræsirinn sem að við erum líka með hjá okkur og hann er frekar nákvæmur. Það er þetta fræs út rafrásir og plöst og alls konar mót og fleira, og ef við ætlum að fara í mótagerðina þá er líklegra að við notum þennan fræsi þó að shoppendur ráði líka við það. Þannig að hérna eru tvær gerðir af fræsurum sem við erum með hjá okkur, en síðan erum við með Shaper, Onsrud, Tormak, Haas, Hurko, Sund og Feldverkstadet. Og ef við skoðum bara fyrst Shaperinn, að þetta er svona kannski mest cost-effective græjan. Þetta er svona maður heldur á þessari græju og hún er með svona digital skjá sem að býður manni upp á að maður getur fyllt ákveðnum feril. Skjárinn þá bara segir manni að maður er að vera að fara upp eða til hlíðar og þá er hægt að búa til frekar flóknar hluti eða flókin form og svona frekar einfaldan máta í staðinn fyrir að teikna það á hlutin sjálfan, og þá í rauninni býður græjan manni upp á það að maður fylgi ákveðnum feril. Síðan erum við með Onsrud og Onsrud eru svona massívar, þetta eru iðnaðargræjur sem eru miklu sterkbyggðari og geta þar að leiðandi fræst út töluvert hraðar heldur en Shopbotin sem við erum með, en hérna erum við konum með græjur sem eru kannski að fræs út innréttingar eða eitthvað annað, geta skipt fræsibita sjálfar og svo framvegis. Síðan erum við með Tormak og Tormakin er aðalega hugsaður, ef hann er svona mest notaður í málmfræsingu, þá eru einhverju vélarhlutir sem eru með svona græjur, Skyin 3Rex sem er svona græju og fleiri svona vélsmiður sem eru með eitthvað í þessa áttina. Össur eflaust líka til þess að fræsa út íhluti fyrir gervilimi og fleira. Haas eru mjög algengar græjur ég hef séð þessar græjur á nokkur stöðum í framhaldsskólum. Ég held að reyndar að HR sé með eina Haas, svona CNC Rennibek. Þetta er líka notað til þess að búa til vélarhluti. Síðan eru við með Hurko aftur, þetta eru svona stórar iðnaðargræjur sem eru notaðar og miklu dýrari heldur en það sem við þurfum að nota, og síðan erum við með Sund er reyndar, ég held að þetta sé die cutter svokallaður, þá er bara svona lítill hnífur, þetta er aðalega notað til að skera út í plasti eða pappa til dæmis, og þá er svona lítill hnífur sem að getur skorið fyrir mann. En
breytir ekki öllu. Feldverkstadet hérna, þetta sem sagt, hérna þetta dálítið áhugavert. Hérna var eitt fablab út í heimi sem að bjóð til Shopbot með því að fræsa ál út í Shopbot. Þannig að þetta var svona open source Shopbot project og ætli við getum séð hérna mynd á honum einhvers staðar, kannski ekki. En hérna allavega svona hugmyndur hvernig ætla að búa til græjur, fablab græjur í fablabi með fablab tækjum. Þannig að það þetta svona self-replicating pælingar með þennan búnað sem við erum með. Efni sem við erum almennt að nota og það er hérna frauðplast mjög áhugavert efni, XPS frauðplast sem hægt að nota til þess að fræsa út í 3-vít eða 2,5 vít og þetta svokölluð þrýstigi einangrun. Það hægt að nota þetta og þetta fræsist alveg einstaklega skemmtilega vel. Það hægt að nota þetta til þess að fræsa út hérna módel. Ég efast ekki að sérstaklega þegar maður er að vinna með trefjaplast eða eitthvað þeimlíkt, að þá er hægt að búa til sem sagt mótið eða útsteypi einingarnar úr þessu efni og síðan er hægt að þekja það með ákveðnum aðferðum til þess að geta svo lagt á þetta trefjaplast sem að svo mótast. En það er líka hægt að fræsa út aðra hluti. Þetta er tiltölulega sterkt efni og hægt að fræsa út alls konar hluti ef maður hefur áhuga á því. Viðarspónn, hérna var ég komið með, maður sjá, það er aðalega krossviður og það er hægt að fá krossvið í alls konar gerðum. Við getum fræst út eiginlega hvaða crossfit sem við viljum í þessari vél. Svona þumalbautareglan ef maður er bara að byrja er að nota bara ódýran grenikrossvið eða OBS. Við skoðum hérna OBS OBS. Nei, ekki OBS, hvað heitir það? Spónar. Sko, við getum notað spónarplötur. Nú er maður að vinna með svo mikið af hérna, skammstöfunum. Já, ætla að sé ekki hérna. Jú, OSB. Það er þessar hérna plötur. Ef þið hafið einhvern veginn að fara í pílu þá hafið þið örugglega séð svona plötur. En þetta er svona pilsa í trévinnu að hérna er allt ruslið sett saman og það er límt saman með epoxy lími eða einhverju lími til þess að þrýsta þessu saman og úrfær maður svona þokkalega sterka en afbragðs ódýra plötu sem að hægt er að nota til þess að módelera alls konar. Við eigum eitthvað af þessum plötum og þið getið leikið ykkur með þær. En þegar maður er að byrja þá er maður yfirleitt að nota eitthvað frekar ódýrt og einfalt efni. En ef maður vill svona besta efnið, ef maður vill fá hérna, mjög skemmtilega og góða áferð, það er birkikrossviður BB sem er með hérna, sem sagt, enga kvista. Og það er hægt að fá öll þessi efni í frekar mismunandi þykktum, allt frá kannski 5 mm, 12 mm, 15, 18, 21, jafnvel upp í 30 mm. Þið þurfið að ákveða hvað þið viljið gera og svona eiga það svo í samráði við mig hvaða efni þið viljið nota. Ég mun örugglega koma til með að panta eitthvað meira inn, það er eitthvað til. Þannig að ákveðnu tímapunkti þá munum við kommentera á einhverju innkaup og einhverju efni og já, tökum það þaðan. Þannig að þið getið skoðað hérna á Bigo einhver efni ef þið eru svona velta fyrir ykkur hvaða efni þið ætlið að nota. MDF er náttúrulega mjög vinsælt líka. MDF er
fræsist alveg skemmtilega en þetta búið til með formaldehýði þannig að afgösununa af þessu efni ekkit sérstaklega heilsusamleg. Ég mæli ekki sérstaklega með því að nota MDF nema annað komi ekki til greina en það til sambærilega efni og MDF sem umhverfisvænni, mögulega aðeins dýrari en já, MDF yfirborðsáferðin á MDF alveg frábær þannig að hún getur verið mjög skemmtileg ef maður að vinna með efni sem eiga að vera svona flókin í laginu og eiga að vera með skemmtilega og góða áferð. Þannig að eins og til dæmis ef maður ætlar að vera með hæðarkort, Íslandskort eða eitthvað svoleiðis þá getur MDF verið mjög skemmtilegt. En það svona eitthvað sem maður ættir að hugsa. Valkrómat mjög svipað á MDF nema hægt að fá það í mismunandi litum, það aðeins dýrara en þetta svona trefja efni eitthvað og það getur verið mjög skemmtilegt að vinna með það líka. Og polykarbonat hægt að vinna með líka, Signa, Faust, þar hægt að fá polykarbonat, mjög svipað eins og akríl nema polykarbonat höggþolnara og sterkara. Það ekki hægt að geislaskera það, það að segja að þetta mjög hitaþolið, þetta mjög höggþolið og fleira en það hægt að fræsa í það. Garolít og ál, já og high density polyethylene hérna líka, svona getur verið skemmtilegt að fræsa í þetta fyrir alls konar möguleika. Þannig að þetta fer nú bara eftir hvað maður hefði hugsað sér að gera. Ef þið ekki viss, þá mæli ég bara með því að þið notið eitthvað tréefni en það hægt að fara í flóknari efni ef að verkefni sem að vinna krefst þess. Ef þið með eitthvað verkefni sem krefst þess að nota ál, þá getum við skoðað það en ál svona, það krefst ákveðinar, svona, það ákveðin flækja sem að getur fylgt í að vinna með ál. Fræsing og þjónusta, það náttúrulega fullt af fræsi þjónustu hérna heima en svona þetta tekið úr einhverjum enskum glærum og hérna eru einhverjir hlekkir á fræsi þjónustu sem að hægt að láta gera fyrir sig erlendis, þar að segja þið eru þá bara með módel og þið viljið fá það fræst út í segjum einhverju flóknu efni eins og áli eða eitthvað sem í boði hérna, að þá þetta að senda módelið út og fá svo hlutin sendan aftur til sín og ekkert ósvipað á svona 3D prentun og þjónusta sem að þið hafi kannski aðeins skoðað. Ég ætla svo sem ekkert að fara neitt mjög mikið í gegnum þetta en það alls konar til. Tooling. Eins og ég sagði áðan að verkfærið, við köllum þetta verkfæri eða fræsibita, að verkfærið okkar, þau geta verið mismunandi í stærð og gerð og það alls konar svona mismunandi hugtök sem gott að hafa í huga sem að hefur með efnið að gera. Í grófum dráttum þá getum við hugsað okkur þetta bara svona eins og bor. Þetta hefur svona spíral upp til þess að efnið færist ofar en munurinn á fræsibita og bor að það ekki þessi kónn hérna á endanum. Þau geta líka verið í mismunandi þykkt, rétt eins og fræsiborar, þeir geta verið úr mismunandi efnum og fleira. En svona til að byrja með þá tölum við flautur eða flutes og það í rauninni hversu margir, eins og þið sjáu hérna, að hérna eru 2 flautur, það eins í ykkur megin en eins getur við verið með 3 flautur, 4 flautur eða 6 flautur og þetta hefur að gera, og eina flautu líka sem að reyndar vantar í þessa glæru en þetta þá í rauninni tennurnar, hversu margar tennur á bitanum sem að snúast og eru þar að leiðandi í kontakt við efnið. Við erum með kápur, ég nú venjulega bara með þessar hérna dýrustu, hvar var þetta? Altinn eða eitthvað fleira en já, það eru til mismunandi húðanir, það til svo sem bara ryðfrítt stál en það líka til eitthvað svona demantshúðunar hérna bitar og fleiri svona melmi sem að geta boðið upp á betri endingu eða betri hitaþol
eða stökkari efni eða fleira. Þetta svo sem ekki eitthvað sem við erum mikið að hugsa kannski frá degi til dags en það gott svona að hafa á bakvið eyrað. Það til margar mismunandi gerðir og hafa þá að gera mikið með endingu. Það ekki mikið í boði hérna heima. Ég venjulega kaupi þetta frá Ásborg en það hægt svo sem panta bita að utan og þá geti verið sniðugt að kaupa. Já, það mismunandi eftir hvað maður vill. Náttúrulega ef maður að byrja að læra á fleira þá getur kannski mega sens að vera með ódýrari bita til að byrja með það því að þá kannski líklega að bitin brotni að því að maður gerir einhver mistök eftir því sem maður fer kannski út í iðnaðinn eða að vinna svona verkefni á svona einhverjum efficient máta þá getur mega sens að vera með dýrari bita sem að endast lengur í einhverjum svona afmörkuðum verkefnum en þetta eitthvað sem til. Center cut versus non-center cut. Við sjáum að þessi hérna-biti að hann er gerður til þess að hann getur farið beint niður meðan þessi hérna-biti ekki gerður til að geta farið beint niður þannig að hann myndi aldrei ef hann fer beina leið niður að þá myndi þessi hérna-biti stama meðan þessi hérna-biti getur í rauninni borað þannig að það þarf að hafa það í huga. Það til eitthvað sem heitir upcut, downcut og straight að straight bitar almennt séð fara mest efficient í gegnum efnið en þeir skilja eftir sig mjög ljóta brún. Ég geti ímyndað ykkur að þeir eru með plötu af efni og bitin sem að fræsa niður hann að tosa trefjarnar upp eða þá hann að ýta þeim bara aftur fyrir sig eða þá hann að ýta trefjunum niður og þar af leiðandi undir og aftur fyrir. Bitin sem að fræsir efnið upp, hann getur farið hraðar yfir, hann býður upp á rosalega góða áferð undir efninu þegar hann komin í gegnum það, en efnið þegar hann fer fyrstu umferðina að það skilur eftir sig mikið af flísum eða svarfi. Þetta kannski, þið þurfum kannski ekki mikið að hugsa út í þetta þegar þið farið að fræsa því ég mun hjálpa ykkur og ráðleika ykkur nákvæmlega hvaða bita þið að nota fyrir tiltekin verkefni en það getur verið ágætt fyrir ykkur að ímynda ykkur og hugsa meðan þegar þið að búa til toolpathana ykkar að ef þið að nota crossfit að þá viljum við fara fyrstu umferðina með downcut bita og segjum við séum að fara í gegnum 30 mm efni. Bitin sem við ætlum að nota, tökum sem dæmi, við ætlum að nota 6 mm bita. Reglan svo að við förum aldrei neðar í hverri umferð en sem nemur radíus bitans. Þannig að fyrir 6 mm bita förum við 3 mm niður í hverri umferð. Þannig að fyrir 30 mm efni þurfum við að fara 10 umferðir fyrir hvert efni eða fyrir hvert hlut sem við erum að fara í út. Það gott að hugsa að fyrsta umferðin sem við förum downcut biti, restin af umferðunum sem við förum upcut biti. Það þýðir einfaldlega það að meðhöndlunin okkar eftir að við erum búin að fræsa tekur minni tíma af því að það minna sandpapírs og fínisering á efninu eftir á. Þannig að þetta mjög mikilvægt að hafa í huga þegar maður að fræsa út stórverkefni. Já, þannig að það sem sagt upcut og við snúum alltaf clockwise að fræsibitin fyrir alltaf klukkuhringinn og þannig að þið sjáið upcut versus downcut og þið hafið það á bakvið eyrað. Það eru til bitar sem að bjóða upp á bæði. Vandamálið við downcut bita að eftir því sem hann fer neðar þeim mun erfiðara fyrir verkfærið að klera sig. Það að segja, ef þið eru endalaust að ýta efninu niður og niður og niður þá getur myndast rosalega mikill varmi. Allt í lagi fyrir fyrstu umferðina ef maður fer grunnt en fyrir ef maður ætlar að fara í gegnum allt efnið bara á downcut bita að það getur bæði farið illa með bitan en það getur líka orsakað það að það myndist óþarfa mikill varmi út af núning
af því að við erum ekki að klíra efnið upp, heldur erum við endalaust að ýta því niður, þannig að það þarf eiginlega að þvinga sig aftur úr bitanum og það getur orsakað það að það fer illa með bitan og efnið og bara getur hreinlega verið hættulegt, en það eru til bitar sem að bjóða upp á upcut og downcut á sama tíma. Þetta eru óalgengir bitar en það er allt í lagi að hafa það í huga þetta til. Það eru til flatir ballnose, eða semst flatt, ballnose og V-nose og flatir bitar búa til góðan, ef þetta er sem sagt þverskurður á efninu, að flatir bitar eru rosalega góður og efficient fyrir flöt efni ef við ætlum að fræsa í tvívít. Ballnose bitar notum við ef við ætlum að fræsa í þrívít og waffnose bitar notum við í alls konar öðrum tilgangi, eins og til dæmis til þess að fræsa út letur. Það getur komið mjög vel út með svona waffnose bita, eða við ætlum að fræsa rúna kanta eða eitthvað svoleiðis. Þetta er allt til. Og já, hérna er dæmi hérna er dæmi hvað er notað. Hérna er sem sagt ballnose biti og hann á mjög auðvelt með að fræsa út svona 45 gráðu halla eða í rauninni fræsa út hluti sem í halla, meðan að flati bitin myndi ekki ráða eins auðveldlega við þetta. Þannig að já, hérna er dæmi það. Feeds og speeds. Þegar við erum að fræsa, feed er í rauninni sem sagt hversu hratt við ætlum að keyra og speed er þá í rauninni hversu hratt fræsi spindillinn okkar snýst, og þetta hefur áhrif á alls konar eiginleika í efninu og þetta er mjög mikilvægt að þið hafið nokkuð vel á hreinu þegar kemur að fræsingunni, og þetta er eitthvað sem ég vil að þið segið mér frá á heimasíðunni ykkar þegar verkefnið er tilbúið. Chip load er eitthvað mikilvægasta breytan í öllu þessu, og chip load þýðir einfaldlega sem sagt hversu stór er hver flís í millimetrum, segjum. Sem sagt hraðinn, segjum sem svo að við horfum ofan á efnið hérna og þetta hérna er fræsibitin okkar og fræsibitin okkar er að ferðast í þessa hérna átt. Hversu stór er flísin sem að fræsirinn sker út? Ef hún er of stór, þá getur það valdið of miklu álagi á bitan. Ef hún er of lítil, þá getur það valdið of miklu hita uppbyggingu í bitanum sjálfum. Fræsibitin sjálfur, hann notar meðal annars þetta efni til þess að kæla sig. Það er partur af varmanum sem að flyst, sem sagt, af því það er svo mikill núningur sem er að eiga sér stað hérna, að partur af varmanum sem að verður til fer út með þessu ryki, þessu sæi sem að myndast við fræsinguna. Þannig að chip load er í rauninni hversu mikið álag er á bitan út frá stærðinni á þessum chipum. Má sjá, finnum eitthvað sniðugt. Chip load er reiknað út svona. Það er semst feed rate deilt með hérna RPM. RPM er þá í rauninni speedið, eða semst hraðinn á spindlinum sjálfum. Og chip load getur líka haft áhrif á sem sagt gæðin sem að fræsirinn býður upp á. Hérna getur við örugglega séð, hérna var chip loadið rangt og það á endanum eyðilagði bitann. Það hefur neikvæð áhrif á verkfæri. Þannig að það er eitthvað. Þannig að já, chipin er í rauninni þá sæið eða stærðin á sæinu. Og þetta er svona ákveðin þröskuldur. Þetta er ekki einhver ein hárnákvæm tala. Þetta er mismunandi eftir hvað efni við erum að nota. Og þetta er ákveðið róf. Og það er hægt að googla svona nokkurn veginn hvað chip load við viljum hafa með við til dæmis crossfit versus ál eða eitthvað stað þar á milli, eða frauð, crossfit, plastefni
eða stökkari og erfiðari efni eins og ál. Þannig að það er dæmi þetta, já. Og það hefur líka að gera, sko, þegar fræsirinn að ferðast, af því að spindillinn snýst alltaf í sömu átt, en fræsirinn getur farið réttsælis eða rangsælis, og það er kallað sem sagt, hérna erum við að fara sem sagt já, clockwise eða counterclockwise, þetta er líka kallað hérna, ætla að koma hérna fram. Nei, ég man ekki hvað það heitir. Þetta heitir hérna þetta er hérna ég skal, já, ég man ekki hvað heitir. Það heitir eitthvað sérstakt. En það, sem sagt, venjulega förum við í efnið já, venjulega, þetta er sem sagt, þetta er í rauninni röng leið. Venjulega viljum við fara í akkurat hin áttina, þannig að við erum í rauninni að skera chipin upp en ekki niður. Þetta getur haft áhrif á yfirborðsmeðhöndlun og álag á tækið og fleira, þannig að það er ágætt að hafa þetta rétt. Dýpt skurðar og step-over, það fer eftir efni líka, en step-over er í rauninni hversu mikið, sem sagt, ef við erum að fræsa út, segjum við sem að rastera efnið, við erum að fræsa út þessa hérna hönd og við ætlum að fara hérna innan með, að step-over getur verið, að það er 50%, segjum að þessi 100%, þá fer hann bara, sem sagt, hérna er hann að fræsa út í efnið og hérna er hann cirka 40%. Ef hann væri 50% þá væri hann helmingurinn af bitunum, radíus bitans væri inn í efnið, og 100% þá væri í rauninni allur bitin hérna alveg inni. Þannig að step-over er sem sagt hversu mikið hann sker, og þetta hefur meiri áhrif þegar maður er að vinna með ball nose, af því að hérna er hann bara með, sem sagt, step-over distance er of mikil og þá myndar svona öldur í efnið ef við erum með, sem sagt, þannig hluti. Þannig að 7% step-over er svona algeng tala, 7-10% step-over er algeng tala þegar maður er að vinna með ball nose. Já. Smurefni, það er hægt að nota alls konar smurefni eins og etanól eða og hérna erum við aðalega að tala um smurefni þegar við erum að vinna með áli eða eitthvað svoleiðis. Vafti 40 hef ég notað í að fræsa út með áli. Ég hef notað etanól, 95% etanól. Smurefni eru aðalega notuð til þess að kæla. Þetta er þá í rauninni meira kælimiðill fyrir hérna fræsitönnuna eða fræsibitann heldur en til þess að hérna smyrja eða þannig. Þetta er meira kælimiðill. Já, slípun og svarvefni. Grinding, hérna svarvefni, þetta er aðalega nota til þess að hjálpa til við fræsingu. Við erum ekkert að nota þessi efni en þau eru til til þess að í rauninni pússa efni niður ef maður er að vinna með það þannig. Festingar á efnið, sko, við erum með svokallað sacrificial layer eða fórnunar lag á fræsiborðinu okkar sem er í rauninni bara venjuleg crossfit-plata. Þannig að ef við tökum bara crossfit eða eitthvað annað þá getum við skrúfað bara með venjulegum tréskrúfum í borðið og getum svo passað svo lengi sem við passum okkur hvar við fræsum, þá getum við fræst í kringum skrúfunar. Ef við myndum nota svona þvingu, það er líka hægt að gera það, en þvinga á það til að beygja aðeins efnið sem að verpir það, og það getur orðið til þess að við fáum ekki nákvæma dýpt, sem sagt uniform dýpt yfir allt borðið okkar. Og ef við notum eins og við gerum í rauninni, við notum bara skrúfur og skrúfum þetta niður í sacrificial layerið og síðan fræsum við alveg niður, jafnvel millimetr ofan í sacrificial layerið þegar við erum að fræsa út, sem sagt, eins og innréttingar eða hluti sem að við ætlum að fræsa út úr CrossFit plötu, segjum það, að þá skrúfa það bara niður.
og það til alls konar aðferðir. Að nota svona skrúfstykki alveg gert eins og þegar fólk að handfræsa málma eða fleira, eða svona þvingur eða festingar, en þetta getur valdið því að efnið verpist aðeins og þá getur við annarkvort verið að fara of djúpt í fyrsta layernum af því að við núllstillum hann einhvers staðar, og ef að efnið samt bólnar aðeins út einhvers staðar annar staðar, þá erum við kannski ekki að fara 3 mm niður eins og við vorum búin að gera áætlunum, heldur ef efnið búið að bólna upp segjum aðra 3 mm, sem ekki mikið yfir kannski plötu sem 1,5 metrar sem 3, að þá erum við kannski komin út í það að við erum að fræsa over 6 mm niður á einhverjum stað sem ekki það sem við viljum, bara einfallega vegna þess að við getum brotið bitan okkar. Þannig að þetta ágætt að hafa í huga. Það líka til alls konar vélar sem að bjóða upp á bara vakúum, sem að þá í rauninni sogast efni niður á borðið og hérna fast, og hérna eru dæmi um Shopbot vél sem að hérna eða vél þar sem að efnið þá í rauninni orðið alveg glerfast við borðið, og jafnvel upp á því að máta að sæið fari niður í vakúmborð og fleira, þannig að þetta getur verið mjög sniðugt, en við erum ekki með svona græju, ekki með svona vakúmborð. Og hérna svona vakúm, hérna dæmi um Shopbot vakúmborð. En já, við erum með sacrificial layer, við erum búin að passa að allir ásarnir séu réttir og hérna hann sé að fara í hreinan fyrirning, en ekki að ef hann aðeins skakkur, þá getur hann að fara í tígulaga og þá er hann ekki að fara í 90 gráðu hot, þar sem hann ætti að vera að fara í 90 gráðu hot, hann réttur hjá okkur, og hérna við erum með góða ryksugu, góða svona spónsugu sem að gera það verkum að það verður hægt að vera þarna inni, af því að það getur verið mjög svona loftgæðin geta minnkað töluvert ef maður ekki með spónsugu. Nú, hönnun fyrir þetta. Það eru alls konar mismunandi aðilar hafa búið til alls konar mismunandi form, og það þetta að því að við getum stjórnað nákvæmlega hversu djúpt setja á sem okkar fyrir niður, að það hægt að fræsa út eins og hérna bara svona rásir inn í viðinn, þar sem að önnur hliðin eins og það hafi aldrei neitt verið gert við hana, og þar á leiðandi hægt að beygja efnið aðeins. Og hérna eru líka dæmi hvernig fólk hefur svona skorið mismunandi í efnin, þannig að þau hegða sér allt öðruvísi eftir að það búið að gera þetta. Og þetta hægt að finna á netinu. Þetta kallað living hinges, eða lifandi hjarir, living hinges, og fólk hefur búið til alls konar bækur og fleira með þessari aðferðafræði. Það hægt að gufubeygja hluti, og þá þeir í rauninni bara hitaðir upp með raka, og það gerir það verkum að viðurinn verður aðeins svona meðfærilegri og sveigjanlegri, og þegar trefjarnar í efninu eða í viðnum verða sveigjanlegri, og ef það eru svo þurrkaðar í þessum sveigjum, að þá verða þær þá helst formið, og þetta alveg aldagömmul tækni við að búa til alls konar hluti eins og báta eða fleira. Japansk viðarsamsetning, þetta hefur alltaf heillað mig og fundist mjög áhugavert, að hérna dæmi hlutið þar sem hægt að setja búið til svona púsl í rauninni, þannig að hlutirnir raðast eftir það hægt að púsla þeim svona saman, og þá haldast þeir fastir án þess að maður noti eitthvað eins og nagla eða lím eða eitthvað fleira. Þetta aldagömmul hefð sem var gerð í Japan og getur verið mjög skemmtilegt að skoða. Og hérna dæmi það líka, hvernig hlutirnir haldast svona saman uppi ef þeir eru settir saman á mismunandi máta. Við höfum talað kerf. Kerfið í okkar tilfelli bara þvermálið á fræsibitunum sem við erum að vinna með, og það ætti að vera nokkuð fast, þannig að við þurfum ekki að reikna það út í þessu verkefni. Við einfaldlega bara stillum það inn hvað er þykktin á fræsitönnunni, og forritið offsetar allt módelið í samhengi við það. Ef við lendum í því að við erum að fara of hratt með að við ef
ef að túlpathið okkar hreyfist of hratt með hvað fræsirinn ræður við, að þá, að því að við erum með svo mikið afl sem að fræsa, að þá getur verið að chiploadið sé of hátt og þá á hann til að fara í svona svokallar runout og þá í rauninu byrjar hann að íta öllu kerfinu okkar í rauninni deraila pathið okkar. Þannig að við verðum að passa að vera með rétt chipload. Já, hérna var climb milling og conventional milling. Það var það sem ég var að leita á. Climb milling þegar hann í rauninni hann fer og hann ýtir efninu í áttina af efninu sem við erum að vinna með, og conventional milling þá ýtir hann því frá efninu. Og hérna er afleiðingar af því að nota sitt hvort. Þannig að þetta er evacuated behind the cut og better surface finish, og þetta notum við meira þegar við erum að vinna með málma. Þannig að þetta býður upp á betri enda áferð, og þetta býður upp á í rauninni auðveldara þetta er auðveldara að fræsa í erfiðari efni eins og málma. Síðan erum við með eitthvað sem heitir rough versus finishing. Þetta er þegar við erum að vinna með sem sagt, meira en bara tvívíð form, eins og hérna erum við með 2,5D. Að fyrst byrjum við með grófan bita og fræsum út meiri hlutan af efninu, og við getum gert það fyrir eitthvað hratt, og síðan fyrir við með fínni bita. Þetta hérna er gert með flötum, kannski þykkum bita, kannski 10 mm bita, meðan þetta er kannski gert með 3 mm bólnós, og þá fer hann miklu flottari áferð. Þetta er fræst hérna út í vax, sem er mjög gott fyrir ísteypimótun eða eitthvað svoleiðis, eins og fyrir silikon eða fleira. High speed dry machining, það er hægt að fræsa út í málma eða kannski ál án þess að vera með kælimiðil eins og olíu eða eitthvað svona uppgöfunarefni sem að kælir hlutin. Ég ætla svo sem ekki fara mikið út í þetta. Ramping, þegar hann fer eins og fyrir tvívíðafræsingu, þegar við förum niður í efnið, við getum annarkvort farið bara beint niður og síðan áfram, eða farið 45 gráður á ská og svo framvegis. Ramping býður upp á í rauninni fljótari fræsingu, við erum fljótari að gera það, en það getur verið smá tricks að komast upp á lagi með að nota það þannig. Adaptive clearing, þetta er eitthvað sem að Fusion getur hjálpað eitthvað að gera. Í einföldu máli þá í staðinn fyrir að við förum í efnið sem sagt layer fyrir layer, og þá fer hann frekar sem sagt niður í efnið og notar hærra yfirborðsflatarmál á fræsibitanum til þess að fræsa inn í efnið. Þetta getur verið mjög gott að vita af þegar maður er í einhverju svona iðnaðarframleiðslu, en fyrir okkur þá er þetta ekki eitthvað sem að þið þurfið endilega að kunna eða vita af. En þetta er svona ný aðferðafræði, tiltölulega ný, hún er ekki klassísk þar að segja, og býður upp á umtalsvert fljótari fræsunartíma. Þannig já, þetta er hægt að gera. Og já, hérna er trochoidal, þetta er önnur leið til þess að fræsa út í málma. Ég held að Fusion bjóði líka upp á þetta. Þetta er svona, það er búið að finna einhverja bestun á hvernig hægt er að sem sagt, fræsa út í málma eða stytta tíman. Ásar, sem sagt tvívít versus þrívít, eins og við höfum svona aðeins kannski í það, að sem sagt tvívít er þegar við erum bara að fræsa út, sem sagt við erum bara að nota í rauninni x og y til þess að fræsa út tvívít form. 2,5D er þegar við höfum í rauninni bara aðgang ofan að efninu. Við höfum ekki aðgang undir efnið, en við getum samt verið með svona eins og hæðalínur eða fleira. 3D, eins og í 3D prentuna þá, að því að við byrjum alveg neðst niðri og við getum farið upp og við getum farið inn og upp og inn og alls konar, að þá erum við með raunverulegt 3D, en að því að við komumst aldrei undir efnið í CNC fræsingu, allavega ekki svona CNC fræsingu, að þá getum við rauninni ekki talað þrívíta fræsingu, þó að vissulega séum við þriðja ásinn sem er seta ásinn.
Hérna er komið 4. ásinn, við erum reyndar með svona rotary axis. Það krefst ákveðnar kúnstar að gera það og við getum alveg skoðað að nota rotary axis ef þið eru með eitthvað verkefni sem að þið sjáu fyrir ykkur þið myndu vilja gera. Ég hef aðeins verið að leika með þetta en þetta getur verið mjög skemmtilegt og hægt að fá mjög falleg og skemmtileg form með þessu. En hérna erum við í rauninni bara með 2,5D pluss í rauninni 4. ásinn sem þá snúningsás. Og þetta heldur ekki hægt að fá fullkomið 3D vegna þess að við komumst ekki þó við getum snúið hlutnum svona og komumst að honum og ofan frá og komumst við samt ekki að honum á sikkurri hliðinni. Þannig að þetta býður vissulega upp á meiri möguleika á hvað maður getur fræst út en þetta er samt ekki hinn fullkomlega lausn til þess að geta fræst út í 3D. Síðan eru við til fræsarar þar sem að 5. ásinn er kominn og þá erum við með snúningsás. En við erum líka með að fræsi spindillinn sjálfur getur hallað sér. Og þá erum við komið með ennþá meiri nákvæmni. Svo við séum það hérna. Og já, clearance, við þurfum að passa að bitun okkar er ákveðið langt inn í kollettunni, þetta hérna sem að hérna erum við spindilinn og spindillinn er í rauninni mótorinn sem að snýr bitanum okkar. Til að festa bitan okkar við spindilinn notum við svokallaða kollettu, það er þetta hérna. Og þannig að bitun okkar fer hérna inn í gati á kollettunni og við erum með mismunandi stærðir af kollettum við mismunandi stærðir af bitum. En kollettan festist svo við spindilinn með þessari hérna snúnings og ró eða svoleiðis. Þannig að við festum hana hérna við. Við þurfum alltaf að passa okkur þegar við erum að fræsa út eins og djúpt ofan í hluti að bitun okkar sé nægilega langur til þess að neðsti parturinn á þessu á kollettunni snerti ekki eitthvað yfirborð sem við erum að vinna með. Þannig að ef við erum að vinna með ef við erum að fara niður í einhvern ramp, segjum við sem að vinna með efni sem er kannski 10 mm þykkt og við ætlum að fræsa eitthvað ofan í það 10 mm, segjum 10 cm eða 15 cm að bitin okkar er kannski ekki nema 50 mm niður. Þannig að þá viljum við passa að hæðin sé rétt þannig að þegar við förum niður að segjum að hérna sé fræsibitinn að við séum ekki að snerta og fræsa þessum stýruninni og þá eyðileggja efnið okkar leið. Þannig að það er svokallað clearance. T-bone, dogbone, þetta er þegar við erum að vinna með hérna þetta er þegar við erum að vinna með hluti sem er að koma saman, sem er svona pressfit hlutir. Við verum að hafa í huga þegar við erum að fræsa í tvívídd að við getum aldrei náð fullkomnu 90 gráðu horni af því að fræsibitinu okkar er ákveðið stór. Við getum búið til svokallað T-bone og þá tökum við úr efninu til þess að ná þessu 90 gráðu horni hérna. Þannig að þá erum við komið með 90 gráðu hornið af því að við myndum aldrei það myndi bara skilja eftir þessu svona rúning hérna. Og þá ef við ætlum að setja hlutina saman með einhverjum svona pressfit konsepti að þá myndum við aldrei ná því. Og hérna er svokallað T-bone og hérna er svokallað dogbone. Þannig að hérna hafið það í huga að ætla að búa til eitthvað eins og innréttingu eða eitthvað í tvívídd með crossfit eða eitthvað slíkt. Og þetta þurfum við ef við ætla að nota fusion til þess að gera þetta allt saman þá þurfum við að stilla þetta allt inn sjálf. Tabs, aftur þegar við erum að vinna með tvívídd eða hluti sem við ætlum að skera út í efni að tabs þurfa að vera á efninu helst með einhverju svona kannski 20-30 cm millibili að minnstakosti eitt á hverri hlið sem við erum að fræsa af því að við viljum ekki lenda í því segjum sem svo að við erum að fræsa út hlut í einhver svona úr einhverju plötu við erum að fræsa út og þegar við erum búin að fræsa út hlutin og komin alveg niður að hluturinn sé bara laus og þá getur hann bara poppað upp úr og er hættulegur. Þannig við viljum alltaf skilja eftir eitthvað svona smá stykki til að festa plötuna við sem við getum þá tekið út með eitthvað eins og
sporjárni eða einhverju eða sög eða eitthvað, bara svona mjög einfalt. Þannig að hérna, og helst hafa það þannig að þetta sé á flötum hlið, segjum svo við ætlum að fræsa út eitthvað sem á að vera með rúnuð horn og svona, að tapsin okkar sé ekki á stað þar sem erfitt að fjarlægja þau. Við viljum hafa það á helst löngum köflum í efnin okkar og helst þannig að það sé mjög auðvelt að nálgast það. Og það hægt að stilla það sjálf, oft bjóða þessi forrit líka upp á það að hérna, það komi eitthvað svona auto-generated tabs. Það er oft allt í lagi, en það er tímasparandi að setja tabsinn á staði þar sem auðvelt að nálgast þau handvirt í staðinn fyrir að láta tölvuna gera það. Að gera það handvirt vegna þess að það getur sparað okkur umtalsverðan tíma þegar við erum svo að vinna efnið eftir á. Og áður maður byrjar, alltaf þegar maður er að byrja, ég gerir þetta líka eftir mörg ára því að vinna þetta, alltaf þegar maður er að byrja að í staðinn fyrir að stilla seta á sinn og bara byrja og fara á stað, að núllstilla seta á sinn og bara ít á play og láta hann fara að fræsa, að byrja þegar núllstilla seta á sinn kannski 10 cm fyrir ofan efnið eða eitthvað sem að make a sense og láta hann fara aðeins yfir efnið, bara fræsa í lausu lofti til þess að átta sig á því hann að gera það sem að ég bjóst við eða býst við að hann eigi að vera að gera. Við viljum alltaf við viljum alltaf prófa fræsin í lausu lofti þannig að hann sé aldrei að fara ofan í efnið eða eitthvað, af því að við getum, af því að það eru svo margar breytur sem við erum að vinna með. Við erum að vinna með að núllstilla hann á réttum stað, við erum að vinna með réttan bita, við viljum að fræsirinn, við viljum vera vissum að fræsirinn sé, forritið sé rétt stilt með fræsirinn. Ég fer allt í gegnum þetta þegar við í hinu myndbandinu hvernig við ætlum að búa til toolpath í Fusion eða VCarve, gera air cutting fyrst til þess að ganga úr skugga það að fræsirinn sé að hegða sér eins og við búumst við hann eigi að hegða sér. Þannig að air cutting er mjög mikilvægt að gera. CAM, Computer Aided Manufacturing. Við vinnum með VCarve Pro og við vinnum með Fusion 360. Ég mun örugglega koma til með að búa til betra vídeo eða búa til vídeo VCarve, þannig að skoðið það, þá fer ég örugglega meira í gegnum þetta og sama eins og með Fusion 360. Hérna eru dæmi önnur forrit sem hægt að nota. Ég ætla ekki að fara í gegnum það eitthvað sérstaklega, en þið getið skoðað þetta ef þið hafið áhuga á SolidWorks og Fusion, Slicer for Fusion og fleira. Þannig að það eru til nokkuð mörg forrit sem að geta búið upp á þetta og ég skal kenna ykkur á 2. Hérna er dæmi VCarve. Þetta er ekkert ósvipað vinnuumhverfi eins og í Inkscape, þar sem við stillum en hérna stillum við, þetta er vektorgrafík forrit sem er gott til þess að vinna með í tvívít. Það er hægt að vinna eitthvað í þrívít í því líka, en hérna hérna þurfum við þá að stilla vinnuplási og svo framvegis. Ég fer betur í gegnum þetta í öðru myndbandi. Og hérna er svo Fusion. Hi folks! Ég ætla að fara í gegnum það í öðru myndbandi. Format. Út úr þessu kemur ef við ætlum að vinna með Roland, þá fáum við .rml. Það er extensionið eða G-kóðin fyrir Roland, og Shopbot er það sem .spp er fyrir Shopbot specifically. Þetta er allt svona ákveðin gerðir af G-kóða sem eru það proprietary fyrir þessi hérna. G-kóði í mjög einföldu máli, og allar þessar vélaskipanir gera í grófum dráttum það sama, bara á mismunandi svona efficient máta og einhver svona stillingaratriði á milli véla. En einfaldlega þá erum við hérna með bara X, við erum bara með hniðakerfi, X, Y og Z, og þessi kóðar eru í rauninu bara að segja okkur farðu frá 00 X, Y, 00,00, 00 fyrir X, 00 fyrir Z, 00 fyrir Y, og síðan kannski erum við með fleiri asa. Segja bara hérna farðu
10 cm í þessa átt eða getur líka verið farið úr þessum punkt yfir í þennan punkt. Það geta líka verið hérna sem sagt hækka eða lækka snúningin á spindlinum og fleira fram eftir götunum. Þannig að hérna eru svona, þetta eru vélastillingar og það er hægt að læra að lesa þessar vélastillingar. Maður sjá. Hérna til dæmis dæmi Shopbot, hérna G-kóða. Það sem við erum með M3 stendur fyrir hérna 3 ásar, við erum með sem sagt X, Y og Z og JS er J safe eða sem sagt jog, sem joggi þýðir bara sem sagt farðu X marga millimetra eða sentimetra fyrir ofan 0, absolutt 0 punkt og í þessu tilfelli þá hérna erum við að fara hérna sérst 3 millimetra yfir JZ 0, þetta og síðan er bara hérna, þú veist, farðu hérna ætlum við að vera X ásunum í 1,80 bla 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 og síðan bara lesa niður þetta sem sagt eftir ákveðnum kúnstarinnar reglum. Þannig að þetta er dæmi hvernig svona SPP fæll myndi líta út, RML lítur aðeins öðruvísi út og hérna erum við seta og ég kann nú ekki alveg lesa þetta 100% en það er örugglega hægt að finna út úr því til auðveldlega og chatið eða einhver gervigreind getur klárlega að hjálpa manni að svona lesa úr þessu og læra á þetta en G-kóði er eins og ég segi, þetta er originalinn hvernig hann á að virka, þannig að þá erum við með X, farðu hérna á X og farðu hérna á Y og hérna á Z og svo framvegis. Þannig að já, ég vona að þetta make sense fyrir ykkur en hérna, þetta er ekki eitthvað sem þið þurfið kannski að kunna upp á 10 í þessum áfanga en það er gott fyrir ykkur að vita að þetta er til og hvernig þetta svona basically virkar. Prusa notabenni notar G-kóða og þau getur til dæmis prófað að slæsa eitthvað í Prusa slicer og opna svo sem sagt, það sem þið mynduð exporta og setja á SD-kortið og færa inn í Prusa slicerinn. Þið getur bara einfaldlega exporta þennan hlut á desktopinu ykkar og opna það með Notepad og þá getið þið lesið sem sagt, allar þessar skrár getið þið opna með Notepad eða Notepad++ eða einhverjum öðrum hérna textaritil sem að þið eru vön að nota. Öryggi. Ágætt að svona ljúka þessu. Sko, við erum að vinna með hlut hérna sem er ég man ekki hvað hann er í kílóvattum, hann er einhver kílóvatt og er að snúast á 15.000 snúningum á mínútu. 15.000 snúningar á mínútu. Ef eitthvað flækist í þessu þá fer það af hár, hettupeysa, trefill, hvað nú er. Ef eitthvað flækist í þessu þá rífur það af. Þannig að það er alveg stórbannað að koma nálægt fræsinu meðan hann er í gangi. Áður en við komum inn þá ætlum við ekki að vera með trefill. Ef við erum með sítt hár þá ætlum við að vera með hárteyju með okkur. Við ætlum ekki að vera í hettupeysu, við ætlum ekki að vera í einhverju sem að þú veist, við ætlum ekki að vera í víðum klæðnaði eða neinu sem að getur flext í. Við ætlum bara að vera með hérna, bara frekar aðsniðin föt þannig að við getum ekki óvart flext í einhverju og treflar eru kannski stærsta svona no-no í þessu. Það hefur alveg komið upp að hérna er rennibekkur sem er ekkert ósvipaður og það hafa alveg komið upp atvik þar sem að hérna, fólk hefur flekt óvart hárið í þessu eða það er eitthvað bógrið yfir þetta og bara allt fyrir af. Fólk hefur gleymt hérna, herði bitum í þessu og fleira og þeir hafa farið í gegnum veggi. Þannig að bara, þetta er ekki 100% öruggar græjur. Við ætlum að vera varkár og við ætlum að koma fram með þetta eins og þetta er stórhættulegt. Og hérna bara hafið á bakvið að við ætlum að vera með öryggisgleraugu, við ætlum að vera með hérna, eyrnatappa og við ætlum ekki að vera við ætlum ekki að vera utan, semst vera með eitthvað utan á okkur sem að getur flext í. Þannig að það er númer 1, 2 og 3. Þetta er sem sagt það minnst, þú veist, ef eitthvað gerist
sem að það hefur ekkert atvik komið upp í þessum áfanga, bara 7-9-13 og ætlum að halda því eftir að við getum lent í skrámum, við getum lent í höggi og við getum brent okkur. Og þetta er þá aðalega ef við erum að vinna með einhver sem sagt, ef að það koma miklar flísar á efninu og við erum að flytja það til, þá getum við fengið skrámur eða flísar. Við getum brent okkur ef að fræsibitinn eða fræsispindillinn getur hitnað, og ef við komum við hann þá getum við brent okkur, og við getum vissulega fengið högg ef við erum ekki með tapa og efnið er rifið upp og kastast, eða þá fræsibitinn hann getur brotnað og fleira. Þannig að mikilvægastu hlutirnir eru öryggisgleraugu. Við getum verið í vinnuvettlingum ef við erum að vinna með efnið, og það er gott að vera með annarkvort eyrnahlífar eða eyrnatappa, af því það getur verið töluverður hávaði og ónæði af þessum vélum. Við ætlum að vera með lokaða skó, enganlaus fatnað, hárfest, hanskar ef við þurfum. Við ætlum að fylgjast vel með því sem er í gangi og við ætlum sérstaklega að hlusta. Það getur komið svona skerandi hátíðni hljóð ef að fræsirinn ef að spindillinn er að ferðast hraðar heldur en æskilegt væri, ratioði milli hraða spindilsins og hraða fræsinum á x og y ás. Þannig að hátíðni hljóð ef hann er að fara of hratt og svona djúpt bassarhljóð ef hann er að fara of hægt. Við ætlum ekki að teygja okkur inn í tækið. Ímyndum okkur bara að tækið okkar það sé bara svona lokaður rammi í kringum tækið meðan það er í gangi. Þá ætlum við ekki að teygja okkur í neitt. Við ætlum að vera utan með tækið og við ætlum bara að ýta á pásu ef það er eitthvað sem að við viljum fara að vinna eitthvað á borðinu. Ef það er eitthvað sem er orðið laust eða við viljum skoða hvernig eitthvað gengur, þá ýtum við á pásu og stoppum tækið meðan við erum að vinna í kringum það. Spyrjiði mig um neyðarstoppið. Hvar er það? Það er neyðarstopp sem að rífur allan straum á vélina. Við ætlum ekki að nota það gann okkar, og af því að það getur farið illa með vélina ef við ýtum á það, en það er alveg absolutt mikilvægt að vita hvar neyðartækin er. Þannig að spyrjiði mig hvar hann er. Og við ætlum aldrei að vera ein. Við ætlum ekki að vera ein á kvöldin að fræsa, og sérstaklega ekki eitthvað sem er stórt og erfitt. Þannig að þá er þessi fyrirlestur búin í bili og bara gangi ykkur vel.